höldum áfram hérna í föstudagsþættinum og við ætlum að tala náttúrulega meira mat. Við erum búin að tala mat og heilsu hérna í allan morgun og núna það bara aðalatriðið, það matur inn sem að byrja núna helgina hérna á Akureyri. Velkomin til okkar. Já, takk fyrir það. 2013, þetta sýning sem haldin annað hvert ár. Hvað geturðu sagt okkur hana svona öðru leyti? Já, þetta 7. sýningin sem haldin undir þessari yfirskrift og haldin semst á 2 ára fresti. Þetta skemmtilegu viðburður, fyrst og fremst. Það hérna, ég skynni bara síðast núna á að var ég upp í höll og fólki finnst alltaf gaman. Það er líka svona skemmtilegt að vinna í undirbúningi að fólk svo jákvætt. Fólki finnst þetta mjög skemmtilegt að taka þátt í þessu. Svona almenningu kannski talar oft bara verið að móka út mat í einhverju smakki og einhverju svoleiðis. En þetta bara svo miklu meira. En þessi sýning bara mjög svipuð því sem var síðast svona stærð og umfangi. Þetta aldrei alveg nákvæmlega eins. Það tilfærslur alltaf í sýnendahópnum og núna þokumst við aðeins út fyrir aðeins lengra. Sá sem kemur lengst, það kemur allar frá Höfn í Hornafirði. Þannig að það meira segja Humar kemur aðeins við sögur, svona nýtt hjá okkur. Og svo vestan á Húnavatnssýslum og víða en eins og áður, þá náttúrulega kjarninn þessi félög sem innan Matar og Eyjafirði sem félagið sem stendur á baki sýningunni. Þannig að það svona kjarninn þetta af Eyjafjarðarsvæðinu. Og þú ert með fyrirtæki sem svona dæmi þennan matur héraði. Hvað máli skiptir það fyrir ykkur að halda svona sýningu? Þetta náttúrulega bara frábært framtak að vera með þessa sýningu annað hvert ár og hefur farið náttúrulega stækkandi. Já. Hún hefur verið að stækka ár frá ári og bæði þetta bara skemmtilegt fyrir alla að hittast og fólk svona kynnist betur innan þessa matvælagreina hérna í Eyjafirði og gaman að fá gesti svo lengra frá. Þetta skiptir bara mjög miklu máli fyrir Eyjafjarðarsvæðið að halda vel utan það hefur staðið mjög vel að þessari sýningu. Þannig það ekki bara það að fólk sé að hitta almenning, heldur líka bara þið séu að hittast. Já, mér finnst það stórt atriði fyrir okkur að hittast. Þið að skiptast á upplýsingum hvað þið að gera og hvað það mætti betur gera en þessu og allt það. Já, vel verið að taka sér saman að fara svo eitthvað annað saman með bása og það kveikna margar hugmyndir. Já, mikið. Þetta nú svona eitt stærsta áhugamál mannverunar, matur. Já, kemur víða við söguna. Já, við nefnum ekki nöfnum hvað þetta haft svoleiðis áhuga. Það virðist vera svona þegar maður lendir í einhverjum hóp þá tala veðrið eða mat, hvað það elda í gær, hvað það elda á morgun. Svo sjáum við alltaf í sjónvarpinu að það endalaust verið að gera matvæslu þætti. Og vekja alltaf jafn mikla lukku virðist vera alveg bara út allt. Já, það náttúrulega maturinn kemur við sögu svo ofboðslega víða. Þetta framleiðslufyrirtæki. Bændurnir við getum farið svo vítt. Þetta ferðaþjónustan, þjónustufyrirtæki við matvælaframleiðsluna og grunnframleiðsluna, drykkjarvöruframleiðslan. Þetta svo ofboðslega vítt svið og það akkúrat það sem gerist inn á þessari sýningu. Það fyrirtæki, fólk kemur til með að sjá fyrirtæki úr svona ólíkum matur sem tengjast þessu matnum. Hjálpar það ykkur til dæmis bara í markaðssetningu að koma honum lengra björnum ykkar eða? Algjörlega. Þú sér það, ég sitt hérna hjá ykkur í dag. Já. Já, það bara þannig. Þetta hjálpast alltaf og við hérna í Eyjafirði náttúrulega við erum mjög framalega í bara við matagerð og náttúrulega bjórframleiðslu sérstaklega. Því það náttúrulega stærsta svona litla brugghús á Íslandi í Eyjafirði og stærsta brugghúsið á Íslandi á Akureyri. Þannig að náttúrulega Eyjafjarðarsvæðið mikil matakista og ekki síður drykkjavöru. Mikið drykkjasvæði. Og bæði þessi fyrirtæki taka þátt og það einmitt það sem skemmtilegt að þarna hlið við hlið, þessum stóru framleiðendur svona kjarninn í þessum hópi í mjólkinni og kjötinu og fiskinum og síðan svona litlir aðilar sem að sýningin dýrmæt fyrir einmitt þá að byrja. Þannig að það samkeppnisaðilar hlið við hlið. Þetta fyrirtæki ykkar til dæmis akkúrat gott dæmi þetta. Þetta nú hugmynd sem var að kviknaði og var það veruleika og svo byggðist hún upp. Og það einmitt það sem gert núna eftir hádegi við setningu sýningarinnar. Þá það veitt frumkvöðlaverðlaun félagsins og það einmitt það sem þið fengu 2009. Þannig að ég held að þessi sýning hjálpi
grasarótinni líka mjög mikið. Og hver fær verðlaunin í dag? Já, það verður, Sko klukkan er 6 þegar þetta er í loftinu, sko. Já, En fyrir áhuga fólkum tölur, hvað eru mörg fyrirtæki sem koma að þessari sýningu og hvað eru margir sem sækja það? Það eru 30 fyrirtæki sem að taka þátt í henni. Það eru sem sagt bæði sýningabásar, það er sögusýning Samherja til afmæli þess fyrirtækis. Það er nú stærsti matvælaframleiðandinn hér á svæðinu með svona cirka 600 manns í vinnu. Það gleymist nú stundum hvað fiskurinn er stór í þessu. Þetta er svona kannski, við sjáum ekki alveg hvað er að fara fram inn í þessum fyrirtækjum. Þetta er gífurleg matvælaframleiðsla og síðan er eldhús sem er við hliðina, það sem er svona í gamni og alvöru svolítið verið að keppa og það er klúbbur matreiðslumeistara sem tekur sér þá dagskrá alla saman. Þannig að það eru svona, þetta er milli svona 30-40 aðila sem að kom einum og öðrum hætti að þessu. Þannig að það verður nóg að vera alla helgin og hægt að kíkja. Er eitthvað sérstakt sem þú myndir benda fólki sérstaklega á að mæta á? Já, það er eitthvað svona dömulegt sérstakt? Jú. Það er náttúrulega í dagskrán inn í eldhúsinu eða á þessu sem er bara inn í hjarta sýningarsvæðisins er þetta eldhús og þar verða matreiðslunemar ætla spreyta sig það eftir hádegi á morgun. Þetta byrjar reyndar seinnipartinn í dag, milli 5 og 6 og súpugerð, þar sem að þjóðhættir einstaklingar ætla spreyta sig. Síðan verða matreiðslunemar milli 1 og 2 á morgun að elda og skila sínu og síðan taka konurnar öll völd klukkan 3 og verða með dömulega deserta sem að mér skilst að verði alveg örugglega bleikir. Já. og ég hef fyrir sagt að þar verði sko keppendur úr einhverjum saumaklubbum á höfuðborgarsvæðinu og komnir lengra að og það verður örugglega mikið fjör og mikið gaman. En síðan verður síðasti viðburðurinn á morgun og ekki sístur að það er uppboð til styrktar Krabbameinsfélagi Akureyrar og nágrennis og það er þetta hefur verið fastur liður á sýningunni að hafa svona styrktar uppboð þar sem aðilar leggja saman, sýnendurnir leggja saman í gjafakörfur og meðal þess sem að núna er gefið inn á þetta uppboð nú þegar eru 2 8-manna veislur sem að klúbbur matreiðslumeistara gefur í heimahús. Þannig að þeir mæta, meistararnir, elda fyrir alltaf 8 manns, þeir koma með matinn, þeir koma með leirtauið, þeir þjónusta, elda og fara með þessi með leirtauið heimáttur. Þannig að það er nú til einhvers að kaupa það. Þar fer peningur og mjög flottar veislur og þar fer peningur góðan stað. Yndislegt og frábært framtak. Bara takk fyrir komuna og bara hvetjum fólk til þess að mæta. Langar að segja eitt í sambandi við þessa vínsmökkun sem verður. Þá skilst mér þeir standi vaktina bæði Baldur hjá Víking, þannig að hann er náttúrulega alveg útlærður bruggmeistari og svo er ungu bruggmeistaran Sigurður Bragi mun standa vaktina fyrir bruggsmiðjuna. Þannig ég hvet alla bjór áhugamenn að koma á sýninguna og nýta sér að spurja þessa 2 sérfræðinga. Spjörunum úr. Já, algjörlega nota tækifærið. Að gera, það er opið til klukkan 20 kvöld, frá 13 til 20 og síðan frá 13 til 18 á morgun. Glæsilegt. Að gera mæta. Takk fyrir komin og fríttinn. Og fríttinn. Þannig að það er bara, þetta er win-win-win-win. Algjörlega. Við höldum áfram hérna í fyrsta stættinum, það ekki bara eftir augnablik. Höldum áfram hérna í fyrsta stættinum og við erum stödd hérna inn á Röbb 23 í Gilinu á Akureyri og við bara getum ekki hægt að tala um mat. Mat? Nei, það er bara ekki hægt. Fyrst við erum byrjuð. Fyrst við erum byrjuð þá ætlum við að tala aðeins um mat. Velkomin, þú ert kannski að segja velkomin við okkur þar sem við erum á þínum stað. Já. Velkomin. Já, takk fyrir. En þú varst að gera bók núna fyrir nokkru dögum síðan. Já. Og ég heyrði af henni, þú ert að gera bók á 25 tímum. Já, takmarkið var að gera þetta á einu sólarhring, 24 síðastur í vissin. Náður því? Já, raun og veru var aðeins og auðvelt takmark, þannig að við klárum þetta nú 16 eða 18 tímum. Já. En segðu okkur frá bara konseptinu, hvað hugmyndin var að gera bara bók sem sagt Röbb 23 veitingastæði bara, þú veist, við vorum búin að vera til í 5 ár, þannig að taka það svona klassíska rétti og nýja rétti og svona raun og veru matseðilinn á Röbb og setja þetta í bók, þannig að fólki geti notað þess að elda heima og við getum farið að gera nýja rétti hér, þannig að það var svona pælingin. En af hverju að gera þetta á 24 tímum? Það er svona kannski bara svona hentar mér að vinna og svona. Mér leiðist að vera að draga hlutin í einhverja mánuði, þannig að það var eiginlega bara svona
þá kemst ég best frá þessu sjálfur. Og það ekki þannig á 12. tímanum að dettur inn svefngalsi og uppskriftin að vera eitthvað síðan? Nei, þetta var náttúrulega allir strákarnir í eldhúsinu bara saman og svo voru þjónarnir líka þannig. Þeir voru að gera koktela og hérna... Þið voru semst að gera alla réttina? Já. Og hvað, skrifa uppskriftina, taka myndir, myndband? Allt á sama tíma, já. Það var sem sagt allir réttir myndaðir og uppskriftir geraði jafnóð. Það voru tvær stelpur sem voru bara hérna tölvurinn hérna. Það var allt sett á ensku og íslensku og allt sett bara upp og myndað. Og svo var hérna tekið vídeo á öllu og... Var þetta ekki mikið húllumhæ og stemning í kringum þetta? Þetta var mjög gaman. Þetta var aksjón. Þetta var svona, þú veist, þetta var alltaf eitthvað að gerast og þú veist, ljósmyndarinn hlaupandi inn í eldhús að taka myndir þar og þú veist, bara öllu, skilur, hráefni, fisk og bla bla bla. Ég get alveg ímyndað mér þetta sé svolítið eins og að vinna í sjónvarpi. Að vera í þessum bransa, að taka svona skorpur, alltaf gerast bak við tjöldin og svo... Já. Gesturinn kannski upplifði það ekkert, skilur. Nei, nákvæmlega. Þeir fatt ekkert alveg, hérna... Hamaganginn sem gengur á Hvað ekki í vinnunum klukkan 10 og opnar klukkan 6, skilur. Já, nákvæmlega. En þessi vinnuaðferð, hún kannski auðveldari fyrir alla að vita því hafið bara 24 tíma til að klára þessa bók og þá eru allir að vinna eins og... Þetta myndi henda okkur mjög vel hérna í sjónvarpinu, þetta er bara flott af stað. Bara svona deadline, skilur, það er bara að keyra á þetta, ekkert vesen. Nákvæmlega. En það stendur, þið leggir náttúrulega mikla áherslu á fisk. Já. Þó að þið séu með náttúrulega kjöt og allt. Er það endurspeglast það í bókinni? Já, það eru svona mest í fisk og svo súsíun en sjálfsögðu eru með kjöti líka. Og rétti sem er hægt að gera heima, eða er það? Já, við erum að hafa þetta frekar einfaldaði í raun og veru réttina, sko, reyna að hafa þetta bara svona hver mynd, hver uppskrift, þeir séu ekki nema 2-3 item, sko, þannig að það er svona að reyna að gera þetta einfalt og taka þá líka eins og með súsíu svona ferlið fyrir sig, þú veist, hvernig þú átt að gera súsíu og skólagrjónin og þannig að svona Grjónin, þau ekki aðaldrykki í súsíu? Já, ég veit ekki hvað það, kannski kemur ekki í matsjöfum lengur. Nei. Það er ekki að sjá. Það er búin að gefa uppskriftina öllu, súsí, pizzun og öllu, sko, þannig að... Nú er hún það? Já. Er súsípizzan þetta? Það er svona ykkar aðal réttur sem hefur vakið svo... Já, hann er alltaf vakið athygli. En maður fær nú bara vatn í munninn reyndar að hugsa hann, sko. Hvenær kemur bókis út? Þetta bara, við erum að ræða þessu bara saman núna, sem sagt. Það er að lesa náttúrulega yfir af því að maður... Á tíma 18 bara eitthvað. En svo bara fer þetta í prent og það tekur einhverjar vikur náttúrulega þannig að við gerum ráð fyrir þessu miðjan næsta mánuð. Já. Svona, ætti að vera klárt. Jólauppskriftabókin í ár. Já, alveg klárlega. Þetta bókin í ár. Jólabókaflóðin. Það er skemmtilegt. Til hamingju með þetta. Gaman að fá að forvitast þess og kíkja inn í þetta. Já, og bara takk fyrir að leiða okkur heila þátt hérna. Já, fyrir utan það. Já, bara velkomið. Ég get kannski fara að gera þetta fyrir ykkur bara. Já, hvernig er það? Kokka þetta.